Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Þáttur dagsins tekin hérna upp í Nóa Sirius stúdíói podcast stöðvarinnar og til minni komin hann doktor Sigurbjörn Árni Arngrímsson sem skólastjóri við framhaldsskólan á Laugum og hann líka einn ástsælasti íþróttalýsandi þjóðarinnar. Við förum heima og geima, hann segir okkur frá sínum bakgrunni en einnig krabbameini sem hann hefur verið að glíma við undanfarin ár og hvernig það hefur breytt sín hans á lífið. Hann alveg magnaður einstaklingur, frábær íþróttamaður og faðir og skólamestari og magnaður kennari. Til þess að hlaðvarp eins og þetta nái að vaksa og dafna, þá nauðsynlegt að vera með góða samstarfsaðila. Og ég svo heppin að vera með Nettó og Spíruna í mínu liði. Hjá mér í dag mjög góður gestur sem heitir Sigurbjörn Árni Arngrímsson, ávallt nefndu Bjössi held ég. Já, passar. Ég var svo heppin að hann var kennarinn minn á Laugavatni þegar ég var þarna 2001 til 2004 og ég verð nú bara að segja að mörgum öðrum ólöstum að þú ert bara einn af bestu kennarum sem ég hef haft. Það bara þakkaði fyrir. Það bara einfaldlega þannig sko. Þú kendi mér fyrir utan bara lífeðlisfræði og það sem var í bókunum. Það var eitt mjög gott sem ég lærði af þér, að maður þarf ekki alltaf að vita allt. Nei, þú getur það heldur ekki. Nei, að þú sagði svo oft, ég veit það ekki, en ég skal komast að því og svara ykkur á morgun. Já. Og ég hef notað þetta við mína nemendur, þannig að takk fyrir það. Bara, það nú bara, já, þetta nú bara sem sagt, já, það allavega, í kennslu þetta ekki fake it till you make it, sko. Þú veist sumt og annað veistu ekki. Já. En verður velkomin í hlaðvarpið, ótrúlega gaman að fá þig. Og mér langar svolítið aðeins að kynnast Bjössa og þínum bakgrunni. Og svona hvað Bjössi? Hvaðan ég kem? Já. Sko, ég fæddur 1973, fæðist á sjúkrahúsinu á Húsavík og elst upp í Mývatnssveit. Ég semst elst upp í kennaríbúð í Heimavistarskóla og þetta var semst svona, þetta bara grunnskóli náttúrulega, barnaskóli og hvað maður kalla það. Þá var skólaskylda upp í 8. bekk sem núna 9. bekkur og þarna bjuggu krakkar á Heimavist og ég var notaði svolítið í leikjum hjá þeim þegar ég var lítill, þegar stundum vantaði barn í leikinu eitthvað, það var ægilega gaman og spennandi að fá að vera með þeim. Svo verði stundum að segja draugasögur og eitthvað svona og gerðum alveg ægilega myrkvæl en ég vildi samt alltaf fara. Svo bara hættir Heimavistin þarna svona einhver tíman 76-7 eitthvað svoleiði sko og þetta sem sagt bara skóli og ég elst þær upp og bara í þessum íþróttum sem þarna fótbolta og sumrin og reyndi þessi sundi, var ekki sérstaklega góður í því og svo í frjálsum og glímu og sem sagt amma bjóð þarna rétt hjá og pabbi var með kindur og hesta og pappa og mamma sem amma og afa höfðu verið með og ég bara svona elst upp við þessi hefðbundnu sveitastörf og íþróttir og þess áttar sko. Fer svo til þess að klára skilduna sem var núna 10. bekkur og þá 9. bekkur og fór ég framhaldsskólann á Laugum og þar var náttúrulega skólinn á sitt eigið íþróttahús og svona og ein best íþróttaaðstaða á landinu fyrir framhaldsskóla og mikið góð íþróttafólki og ægilega gaman að vera þarna þannig að ég ílendist þar. Þá þetta sko þegar ég kem í skólan 88 þá þetta 2 ára þetta 1. og 2. ári í framhaldi og svo 10. bekkur. Svo þegar ég búin að vera þarna 3 vetur að þá var skólinn lengdur í 3 ár og svo lengdur í 4 ár þegar ég var á 3. ári, þannig ég var þarna 5 vetur. Já, okay. 3 ár á elsta ári, 3 ár formað nemendafélags og réð öllu og ægilega gaman og þannig og sem sagt fekk reyndar að skólinn hafði ekki leyfi til að útskrifa stúdenta þannig ég með stúdentskírteini úr FG líka. Nú, ok. Já, það sem sagt þeir leppuðu útskriftinni þannig ég með 1 frá Laugum og 1 frá FG. Og þegar þarna var komið þá var ég komin í úlingalandslið í frjálsum og semst langaði að verða góður íþróttamaður og fekk íþróttastyrk í háskóla í Bandaríkjunum University of Georgia og ætlaði náttúrulega bara að vera íþróttakennari og fór og læriði heilsu og íþróttafræði kennslu og tók BS.Ed. gráðu í því
en þurfti að taka einn áfanga í þessu námi sem hétt þjálfunarlífeyrissvæði eða íþróttafræði og var áfangi með tilraunatímum og mikið fall í honum og best að klára þetta snemma, hugsaði ég, fór bara snemma í þennan áfanga og ég settist ég bara þarna inn og þetta bara eins og opnaðist fyrir mig bók, sko, ég bara sat þarna, ég bara skildi allt og þetta var bara æðinslegt og þannig að ég fór bara í mistaranám í þessi exercise physiology, þessari þjálfunarlífeyrissvæði og gerði þar verkefni líkamssamsetningu og svo fór ég í doktorsnám í þessu sama og gerði verkefni hámark súrefnisupptöku og þol og svoleiðis, útskrifast 2001 og fer beint upp á Laugavatn. Já, þannig við höfum byrjað þar á sama tíma þá. Já. Og bara var þar, fekk reynda tvisvar rannsóknarleyfi, var þar þangað til hausti 2015 þegar ég ræði mig í að vera skólastjóri í framhaldsskólum á Laugum og það nú bara einfallega vegna þess að undir þar lokin þá voru orðin svo mikill tími af lífinu vinnutíma sem fór ég að ræða hvað eftir að mæti vinnuna átt að færa okkur til Reykjavíkur og svona, ég var orðin leiður á þessu og svo stóð til að færa okkur til Reykjavíkur og okkur Gunnhildi konuna mína, okkur langaði ekki til að búa í bænum og þessi fínt alveg að koma til Reykjavíkur þá rignir dálítið mikið og þessu í dag og senst að þá bara fann ég mér aðra vinnu sem var að vera skólastjóri í þessum heimaskóla sem ég var í og sínum tími eða skólamistari og ég búin að vera þar síðan en ég kendi fyrst og fremst þess að þjálfunarlífeyrissvæði og svo aðeins heilsufræði eða faraldsfræði hreyfingar, áhrif hreyfingar á heilsuna og svo aðeins í næringafræði og svona hinn og þessu en þetta var svona kannski það aðalega það sem ég kendi, það sem ég kann. En fannst þér það að alast upp í sveit eða svona það hafa mótað í mikið? Heldur það hefur öðru segja verið borgarbarn? Já, ég held það sko, það alltaf tvennt sem gerist, ég elst þarna upp í svona, það svona Mývatnssveitin óvenjuleg sveit að því lítið til að það mjög sjaldan sem það stendur stakur bær, það alltaf svona 2, 3, 4 bílt á hverjum bæ þannig að það alltaf svona hópar og alltaf gerði skútustæðir, það voru svona 10-12 hús hugsa ég og fullt af krökkum en á mjög breiðum aldri þannig að þú ert ekki bara eins og margir félagi minn í bæinu sem áttu vini í sínum bekk og svo kannski 1 ár pluss eða 2 ég að leika, ég fætti 73 og hópurinn sem var að leika sér saman var svona kannski frá 69 upp í 78 Akkurat. Og þetta fer í leiki á kvöldin og svona þá þú svona kynnist meiru og stærri og minni og yngri og deila og svona þannig ég held það já og svona alltaf bara varstu bara úti að þvælast sko, það ekkert það kannski, þú hefði kannski verið meiri strúktúr í bænum, ég bara veit það ekki, já ég held það að svona það hefði gert það svona frelsi og svoleiðis en að móti kemur að mögulega missur tækifæri, ég meina ef ég hefði verið besti maðurinn í heiminum í taekwondo, það engin nokkuð maður vita að því, skilur þú fyrir að fækst ekki að prófa það en þú varst bara afreks í íþróttum, í frjálsum í hlaupum, er það ekki? Já, ég held það bara ég komst á 1 heimsmeistaramót reyndar var ég nú ekki meðal fremstu manna á því móti en enga síður, ég komst á heimsmeistaramót og var í landsliði mörg ár og hef yfir 40 sinnum orðið Íslandsmeistari í grein, sett nokkur Íslandsmet ég man ég var að spjalla með döngt við Óla Steff, við erum jafnaldrar og hann kemur í skólan til mín og við erum að spjalla og ég segi, já, ég var alveg ágætur í íþróttum og en ég var svona ekkert eins og þú, hann segir, hvað meinar þú varst bestur á landin í mörg ár og þá fór maður að hugsa kannski eftir á kannski var ég betri heldur en mér fannst ég vera því þegar þú ert í þessu þá er alltaf að reyna að komast lengra alltaf að reyna að setja nýtt met alltaf að reyna að hlaupa hraðar komast á stærri mót og svona að þér, já en meðan þú ert að því að þá kannski tekur ekki eftir því svo þurfum við að skoða þetta eftir og tella þetta saman þá, þetta var nú, þetta ekkert ólympíukaliber en þetta bara býsna gott bara býsna góður, já Einmitt. En hafðirðu samt alltaf svona sjálfstraust í þessu? Sko já, ég held ég hafi alltaf haft
býsna gott sjálfstraust. Ég alltaf verið opinn og var náttúrulega bara verulega montinn sem krakki og kallaði litli montinn mývetningurinn til dæmis og þannig ég lenti svona í smá mausi þegar ég var á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þá var ég var mjög stoltur af mínum einkunnum, þær voru góðar og svona og var tekin svolítið fyrir. Ég myndi aldrei segja að ég hafi lent í einelti því ég átti svo mikið af vinum sem sagt, það var bara fullt af fólki sem þoldi mig enga veginn og ég lærði þá svona kannski að þarft ekki alltaf að segja þína skoðun eða þú þarft ekki endilega vissunum svindli í prófi eða þú varst ekki spurður, kannski að þú var spurður það eru kannski satt frá, en þú þurfti kannski ekki endilega að kjafta frá því og eitthvað svona sko, þannig að það svona sló aðeins kannski á það en jú, ég meina svo eins og segi, ég var formaður nemendafélags í 3 ár og svo náttúrulega valdi ég mig náttúrulega þetta að kenna, það bara einhvern veginn gekk, ég að kennurum komin, foreldrar mínir báðir mjög góðir kennarar og sem sagt og mér og systir mín líka og mér svo sem gekk þetta vel að útskýra flóknar hluti á einfaldan hátt. Þetta svona svipað eins og að temja hest. Það að segja, þú gerir ákveðna tækni við að temja hest og það sem virkar, sko, það ákveðin hluti sem virkar fyrir 80-90% af hestum. Svo með hest sem þetta virkar ekki fyrir og þá þýðir ekkert að gera það sama. Þú að finna einhverja aðra leið. Það að segja ef ég að kenna þér og þú skilur ekki, ef þú varst ekki að hlusta á mig eða mistir á einhverju, þá getur dugað að endurtaka bara það sama en ef þú varst að hlusta á mig og skilur ekki þá skilur það ekki þó ég segi það aftur, þá þarf ég að finna einhverja aðra leið til þess að segja það. Ég var góður í að búa til svona analógíur eða samlíkingar að þetta er eins og þetta og svoleiðis, þannig kannski og mér líður vel fyrir fram á fólk, ég fljótur að hugsa, ég fljótur að sjá komísku hliðina, ég fljótur að setja menn á raskati sem eru með stæla og en samt sem á fljótur að sjá eins og sé komísku hliðina og geta snúið út úr og mér gekk vel í þessu og það náttúrulega eykur það sjálfstraustið og svo ef þú vandar þig til dæmis prófin hjá mér voru nú þóttu þung maður rétt. Það var ansið mikið fallið okkur á fyrstu önninni held ég. Já, og það er svona en samt sem áður sko að þetta snerist að þetta væri sanngjarnt, að mönnum fyndist þetta vera sanngjarnt sko og það var þannig sko. Þetta var nú fyrir tíma innu og ég man það voru hengt, við vorum öll með eitthvað prófnúmer og það var bara hengt upp á töfluna. Bara einhvernir hengdar upp, þannig að allir gáttu sé hvað einhverju voru í hverju og svo var deilt þetta á gera þetta og einhverju sem vildi ekki fá það því að þeir fengu lág og einhvern þá truflaði svo í næsta prófi og svona, jú, þetta var svona. Svo var fólk ekki íska, þetta er örugglega þessi örugglega með þetta númer. Já, svo man ég eftir sko, þú varst nú með sterku nemendunum hann í þessum hópi, ég man rétt sko, fékkst býsna góður einhvernir og svo man ég sérstaklega til einum sem kemur var ég á hópnum árun eftir þér 2002-2005 Óli Júl og hann sem sagt hann skrifaði mjög vel og hann skrifaði öll prófið með bleikum penna og hann hélt nefnilega sko þá myndi ég halda þetta væri stelpa og ég væri örugglega mildari við þær sko hann er alveg sko, hún farnaðist mjög vel líka. Já. Jú, mér fannst þetta mjög skemmtilegt og mér gekk mjög vel í þessu fæi allavega. En hérna, úr kennara að fara úr að því að kenna og yfir skólameistari eða skólastjóri, er þetta rosalega munur? Já, það er það sérstaklega úr háskóla yfir í framhaldsskóla, sko, háskólavinnan, sko, hún reynir óbærslega mikið intellekt, rannsóknar hlutin kom upp með hugmyndir, gera þetta og sérstaklega fann ég fyrir því á Laugavatni, sko, þegar ég var í Georgi háskóla annar staðar eða þar sem ég var í rannsóknarleifunum eða varst strandið eitthvað, þá röltur bara niður gangin og fannst einhvern annan og við brainstormum aðeins saman, þarna varst svo mikið einn, þannig að oft bara betra að fara út að hlaupa og þá kom stundum lausnin til þín en framhaldsskóli og sérstaklega skóli, þetta er allt saman bara people skills, þetta er bara endalaus mannleg samskipti
þetta reynir ekki mikið á intellektið, þetta bara, þú veist, ég meina, þú ert bara að díla við foreldra, díla við nemendur og díla við starfsmenn og ríkir starfsmenn eru ekki öllu starfsmenn að díla við, það eru gríðarlega réttindi og margir, eða semst einhverjir hafa ekki endilega mikinn áhuga á skildunum og svona sko og stéttafélag og bakvið sem sendir þér reglulega póstum það hvað þú ætti að fara illa með starfsfólkið þitt og svona sko það reyndist mér aldrei erfitt að því að ég held að við værum bara í sama liði að reyna að skapa sem bestan skólan og best kjör fyrir alla og svona sko þannig oft ég mjög þreyttur á kvöldinni, það þó andleg þreyta en líkamlega þreytan mattsar ekki við, það passar ekki við og það getur verið það er miklu betra að vera líkamlega þreyttur líka og svo náttúrulega þegar þú ert með heimavist, þú ert með krakka 24 tíma og þú ert á bakvakt og ég myndi segja í svona heimavistaskóla þrátt fyrir það sé enga megin viðurkennt hvorki launasetningunni einu öðru, ég svona helmingurinn af vinninni að eiga við heimavistina og það sem gerist þar en hvað eru margir nemendur þar? Það eru 95 kannski og það þýðir það að þú varst í heimast á Laugarvatni þú sér það að þú hefði verið þar og ég hefði þurft að díla við alltaf mætti ekki drekka á heimastinu, mætti ekki þetta og svo ætti ég að fara inn í öll agamálin og allt þetta maður hefði farið alltaf mikil tími í það ég hef ekki gert margar rannsóknir ef ég hef verið að reyna svona ala ykkur upp á heimavistinni og það hann í íþróttakennaraskólanum þannig að þetta svona það fer gríðarlegur tími í það og það einhvern veginn það ekki mikill skilningur á því hvað það að sem sagt og ég hefði rosalega gaman að þessu bara þegar ég vorum undir kjararáði þá voru kjararáð bara ákvað laun skólameistara bara eins og annar embættismanna og það voru svona stig sem þeim miðuðust við og ég man það voru 100 stig fyrir að vera með heimavist svo voru 100 stig fyrir að vera með almenna braut sem svona undirbúningsnám fyrir þá sem ekki hafa nokkið námsmarkmið um grunnskóla sem ég gáði að kalla fornám og ég bara og hvað fæ ég þá mörg stig fyrir að hafa almenna braut að krakka á heimavist og þeir horfðu bara á mig ég segi býtu við ef það eru 100 stiga virði að hafa þá milli 9 og 4 hvað það mikið, hvað á ég að fá mörg stig fyrir að hafa þá milli 4 og 9 morgunin eftir skilur og ýmis félagsleg vandamál og þess það ekki mikill sko því að svona skóli gengur ekki vel nema heimavistin gangi vel og þú ert eða talsverðri orku í það að heimavistin gangi vel foreldrarnir þurfa að treysta þér ég læri að drekka kaffi þarna og það var ekki flókið vegna þess að þú ert að senda krakka inn í skólan og ef ég sérst ekki niður að drekka með þér kaffi það treystir enginn fólki sem drekkur ekki kaffi menn, veist, ég drekka ekki kaffi en þú skilur hvað ég er að fara að skilja þetta svona svolítið ríkt í þessu og ég er 42 þegar ég byrja að drekka kaffi hann er jásjans og það svona þú veist þannig að þetta er öðruvísi talsvert mikið öðruvísi í háskóla líka þetta bara þannig þú ert bara í háskóla ef þú kannt ekki að lesa þegar þú kemur til mín, það er ekki mitt mál. Nei, það er öðruvísi á neðri skólastígunum. Þetta er mikið svona mannleg samskipti og lípurð og samningar. Ég rek fyrirtæki líka og þó að séu svipaði hlutir þá samt sem þú ert miklu meiri yfirmaður í fyrirtæki og almennu markaði heldur nokkuð tíman í skóla. Þú ert yfirleitt alltaf að semja eiginlega allt sko. Já, en hefur þið þá aldrei langa bara að snúa við og fara aftur að kenna? Jú, ég hef alltaf haldið mig við sko, ég kendi nú sem sagt Ingi Þór Einarsson, hann var einmitt í þessum hóp með Óla Júlu og árinu eftir þér hann var doktorsnefn hjá mér og kláraði og hann fór að vinna í HR og hann lét mér nú kenni, þetta er fyrsti veturinn í vetur sem ég kenni ekki í meistaranáminn hjá þeim í HR ég nefnilega var í yfir dómnefnd sem réði annar mann sem náttúrulega gerði mig obsolít eða þannig, ég þurfti ekki að vera svo kendi ég nú einu önn þarna í HÍ líka sko, lífeyrisvæðina fyrir það kom suður og ég hef ég hef oft velti fyrir mér en svo er ég þarna fyrir norðan og ég er með kindur 99 kindur og 35 hross og þannig að maður þarf að svona aðeins að velta fyrir sér en hins vegar ef maður gæti þú veist eins og til dæmis kerfið í HR sett upp að þá eru þeir með 12 vikur og svo 3 vikur þannig að þú kendir á báðum 3 vikna önnunum og þá þarf ekki að vera lengi fyrir sunnan en ég hef alveg
alveg velti fyrir mér að fara tilbaka, hins vegar náttúrulega þegar þú stoppar svona lengi, ég fór 2015, það tekur tíma að koma rannsóknunum í ganga aftur og svona, það miklu auðveldar að halda boltanum rúllandi heldur en að koma honum á stað og svo fer maður að ágera því að maður sé orðinn gamall og úreltur og svona. En ég kann samt sem áður ennþá ofboðslega mikið bæði í tölfræði og svo lífeyrisfræði, þjálfun lífeyrisfræði og Ingi hringir alveg í mig ennþá til þess að fá álit á hinu og þessu sko. Einmitt, þú í minningunni manstu svo ofboðslega margt. Þú ert svo ég kunni lífeyrisfræðin mína alveg ofboðslega vel, því ég held ég hef bara skilað eins og ég lýsti þarna áðan, þetta lá einhvern veginn algerlega allt fyrir mér og ég skildi hana svo vel og hún svo skemmtilega rökviss að ég get svara svo mörg á þess að vita það nákvæmlega vegna þess að ég veit hvernig A hegða sér og ég veit hvernig B hegða sér og ég veit hvernig C hegða sér og þá ég 99% vissum að D muni hegða sér svona þó ég hafi ekki lesið það eða séð það og það bara út frá því hvað ég veit A, B og C og tengslis við D og svona þannig að ég kunni kunni lífeyrisfræðina mína alveg kann hana býsna vel. En fyrir utan námið í Bandaríkjánum, hvað fannst þér það gefa þér að búa erlendis? Ég lærði ensku almennilega, það náttúrulega fyrir það fyrsta. Enska var alltaf, hvað ég ætlaði að segja, mitt lélegasta fag í framhaldsskóla. Ég var ekkit rosalega lélegur, ég með 3 8 og 3 9 en samt það var það lélegasta sem ég náði mér í var enskan. En ég lærði hana og svo alltaf verið í öðru samfélagi, í öðru kúltúr. Ég bjó 8 ár í Biblíubeltinu suður í Georgíu og svo 1,5 ár upp í Illinois þar sem þeir gera ekkert annað en rækta til skiptis sojabaunir og mais og bara kynnast öðru samfélagi, standa á eigin fótum. Þegar ég fyrir út 93 skilur þá Gunnhildur var á Akureyri ennþá og hún var ári yngri en ég og ég skrifaði 3 sendibréf á viku, ég ekki skrifa bréf síðan skilur lasin og spólur og sendi, það var svo dýrt að ringja, þú ringdir max einu sinni í mánuði og þetta svona heimur, tíma, já, ég man þegar ég fekk fyrsta e-maili minn 1996, mann finnst maður alltaf að haft e-mail og svona sko, en það er að læra og fá þetta tækifæri. Ég fekk tækifæri til að vera í íþróttum, varði ekki eins góður í íþróttum og ég hefði viljað vera, en náttúrulega þessi menntun sem ég fekk, ég hef alltaf getað gert það sem ég langað til. Ég bara aldrei, og ég hef alltaf ráðið mig sjálfur, ræði mér reynda minna sjálfur sem skólamestri, ég þarf eiginlega að vera á staðnum, ég ræði meira í háskólanum því það átti bara einn alveg frá sko og þú veist og þetta er ákveðin lífsgæði. Ja. En ég man eftir þér, þegar við vorum einhvern tímann í tíma eða á heimavistinu, þá man ég eftir að þú varst ofta að taka brekkuspretti og ég var í hópíþróttum, einstaklingsíþróttum, ég var í 5 leikum, ætla ég að segja, og ég einhvern veginn hugsa bara, vá, metnaðurinn, þetta var einhvern veginn ekki til í mér að fara eitthvað ein að æfa. Þetta eru hlaupin sko, ég var Pétur vinur minn skipulagsfulltrú og ég man það til sænsk heimildamett sem heitir The Price of Gold og það verið að segja frá Karolínu Kluft og Kallur systrónum og Stefán Holm og öllu þessu og svo var einhver sem meiti sig og kefti brotinn og eitthvað svona og hann segi bara fólk skulle leggja þetta á sig. Ég segi Pétur við leggjum þetta öll á okkur, þetta eru bara þeir sem meikuðu það. Svo eru 990 aðri sem bara komast ekki. Ég bjóð með Guðrún Arnardóttur í mörg ár, hún 7. Ólympíuleikunum. Ég æfði meira því mín grein krafðist það þegar ég er á Laugavatni. Þá er kerfið þannig að á haustin þá tek ég hvíld 21. hvern dag. Það eru 2 æfingar á dag, mánudag til föstudaga og svo er laugadagur, alltaf hlaupið langt á sunnudögum. Í viku 2 þá er tekin léttur laugadagur, í viku 3 er hvíld á laugadegi. Og þannig er þetta bara rúmlega 100 kilometrar á viku og svo sumarið að þegar keppnistíðanbili byrjar að passa sig að fitna ekki mikið því að þá náttúrulega hleypur minna en listin er alveg svo sama og passa sig að þingist ekki og fitna ekki mikið en þetta var og íþróttirnar gáfu mér ofboðslega mikið voru ofboðslega og eru ofboðslega mikið partur af mínu identity, minni sjálfsmynd til dæmis að því ég var nú vísindamaður og
gerði alveg fína rannsóknir og við Ingi gerðum til dæmis stærstu rannsóknir sem er gerði í heiminum á einstaklingum eða börnum með þroskahamlanir og Þú sagt eitthvað frá henni eða er það já, sko, efni annars? Já, það er bara, já, þetta er alltaf merkilt að gera rannsóknir meðal þeirra vegna þess að það er allt öðru sem hún gera, þú veist, það tekur miklu lengri tíma til dæmis, en foreldrarnir þau eru svo ánægðir að það er einhver sem hefur áhuga á þeirra börnum og þau gera allt, ég meina það var krakki að þessi tóka sér hreyfimælinn og hendur alltaf í ruslið, mamman saumaði bara vasinnan á buxurnar og saumaði sér bara hreyfimælinn inn í vasan, svo hann bara í þessum buxum í viku og þá mældist öll hreyfingin hjá honum og svona sko, þannig að þetta var og mjög áhugavert og líka því að vera að tala sko, við vorum í Klettaskóla og svo bara í skólum og það er lítill munur á þessum krökkum á fyrstu árun en svo svona við 9 ára aldurinn þá sér maður hvað þroskin í börnum sem ekki með þroskahömlun er gríðarlega mikið meiri og þau einhvern veginn þau fjarlægast hvort annað alveg gríðarlega mikið og það var til dæmis stúlka þarna sem var alveg klárlega sem ekki var greind en var alveg klárlega sem sagt átti bara eftir að greina ég man eftir henni í úrtækjunu sko. En þráttur alla þessi vísindastarfsemi ef ég hefði getað valið á milli þess að fá Nóbelsverðlaun í læknisfræði eða Ólympíugull, ég hefði alltaf tekið Ólympíugull. Það er bara íþróttin bara, en ég held að sé vegna þess að ég hafði miklu meira fyrir íþróttunum. Ég æfði og var ágætur, ekki súper góður. Hitt bara einhvern veginn lá fyrir mig, ég bara lærði og ég fekk 10 og ég bara sótt styrki, ég bara skrifaði og gekk skilur þetta einhvern veginn eins og þjálfaði minn úti sagði, hann sagði Bjössi in school 2 + 2 is always 4 in sport it's sometimes 3 sometimes it's 5 og það og ég man þegar við Guðrún bjuggum saman og fleiri íþróttamenn hérna við vorum svona vegg sem við hengdum upp þessi verðlaun sem við okkur þótti merkilegust og ég var að hengja upp einhver bronsverðlaun svona platta sem ég hafði fengið fyrir eitthvað bóðhlaup ég stóð með opbáslega vel í til hlaupi og náði mönnum í bóðhlaupi sem voru fljótar að hlaupa en ég og allt það og Guðrún hengir upp einhver akademísk verðlaun og ég bara ætlar að hengja þetta upp og hún sagði já maður hengir upp það sem maður hefur fyrir hún sagði ég hleyp bara hratt og það var svolítið þannig ef ég bara mætti í skólan og læriði þá bara fekk ég mínar einkunnir og semst ég hafði miklu meira fyrir íþróttum og mér langaði held ég miklu meira til að vera góður íþróttum Akkurat. En að því að tala Ólympíuleikan og þetta, þú ert nú aldeilis þekktur fyrir að vera bara eitt besti lýsandi í frjálsum íþróttum og það er svo ótrúlega gaman að horfa frjálsar þegar þú ert að lýsa því að þú lifið svo mikið inn í þetta. En hvernig kom til að þú byrjar í þessu? Það var nú algjör tilviljun og í raun og veru það sem gerist er að eftir fyrsta veturinn minn 2002 þá erum við hérna á Laugarvatni, við erum barnlaus og ég ætla bara búin að vera í námi og við höfum aldrei farið í neitt ferðalag og Gunnhildur vildi fara að eigna spatt sem er alveg skiljanlegt, hún er 28, ég er 29 og svona og við ákvaðum að við ætlum að fara á Evrópumeistaramótið í frjálsum sem var í München og ástæðan er að í Nürnberg rétt hjá bjuggu vinur okkar frá Bandaríkjunum, íslensk stelpa sem var gift króatískum Þjóðverja og við ætlum saman með þeim bara að ferðast eitthvað og ætlum síðan fara niður til Króatíu nokkra daga eftir en ætlum fyrst að fara að hitta þau og fara nokkra daga út á mót og bara fara á stórmóti í frjálsum, aldrei gert það svo bara einhver tíman einhverjum nokkrum dögum áður en farið út að þá fæ ég hringingu frá Samúel Erni Erlingsinni íþróttafréttamanni og þá hafði hann og Ingólfur Hannesson átt að fara át á mót Ingólfur hins vegar landaði stöðu sem var að vera yfir í vetraríþróttunum hjá EBU sem eru samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva sömu og láta okkur hann að horfa á Eurovision til dæmis og Samúel allir hún einn eftir þannig að hann hringir í Vésteins Hafsteinsson sem ég var þá landsliðsþjálfari og spyr hvort hún vitum eitthvað sem er þarna úti og af því að við höfum reynt að fá miða í gegnum frjálsvítasambandið hvort að þeir varum með einhverja miða og vissi Vétti af mér og hann segi að hringdu bara í hann og ég held auðvitað að þetta væri bara þannig að ég væri að fara og myndi setjast upp í stúku með sama og bara lýsa svona því sem fyrir bar ég vissi ekki að þetta væri svona mikil vinna og marga klukktíma undirbúningsvinna og svo vorum við bara í fríinu Gunnhildur
hékk með mér og Samma við vorum í einhverju hótelherbyggi, ég var að vinna allan daginn í úrnarnarkeppi í þrautinni, þetta voru kvölds og morgna, svo hékkum við okkur á kvöldin þar sem við vorum eins og hanar og haugar að toppa hvern annan, það hefur verið ömulegt fyrir hana en semst þannig bara byrjaði ég og einhvern veginn átti þetta við mig ég verð spenntur og það kemur í gegn og ég hef bara gert þetta allar götu síðan. Já, hvenær var þetta sér? 2002. 2002, já, þetta er bara svo lengi. Já, ég er að fara í 20. og 3. árið í þessu. Vá, já, ég trúi því alltaf að sé svona langt síðan var kláraði lög. Það er núna 20 ár. 20 ár síðan þú kláraðir. Oh my. Já, hérna, en að því að þetta veri mikil undirbúningur, eru þið þá bara að kynna ykkur hvernig einasta keppanda á bakgrunn og... Já, hvað þeir hafa gert því að sko nú ef ég ætla að segja þér eitthvað um manninn að þá, þú veist, ef þetta er, sko segja þetta sé 100 metrar hlaup, þá kemur bara mynd og ég hef 10 sekundur. Akkurat. Þannig ég hef engan tíma til að fara að googla þig eða fletta þér upp ef ég ekki með þetta að skrifa niður, ef ég ætla að segja þér eitthvað um hann og þannig þá þarf ég vera búin að finna út úr þessu fyrirfram. Einmitt, maður áttar sig kannski ekki alveg á þessu. Nei, þetta er svona dálítil, þetta er svona undirbúningsvinna ef maður vill gera þetta allaveg eins og ég er að gera þetta sko. Já, ég undirbjóð mig aðeins fyrir þetta viðtal. Ég gat googlað, ég hafði aðeins lengra tíma en 10 sekundur. En ég rakst á þessa setningu, þú sagðir einhvers staðar, heilsa hefur aldrei kveikt í mér eins og afrek og performance. Nei. Og að því að þetta snýst náttúrulega heilsu, þá samt fannst mér svolítið skemmtilegt að koma þessu, þú veist, hvað getur þú útskýrt þetta aðeins? Sko, ég bara besta dæmið, ég var að reyna að vera afreksíþróttamaður og ég er að kenna hann á Laugarvatni, lektor og dósent og allt þetta. Æfingarnir gengur fyrir öllu, ég æfði tímaslottiði stilt, ég æfði, ég æfa hverjum degi, ég misti ekki úr æfingu og allt þetta. Og allt skipulagið í lífinni gengur í kringum æfingu, svo hætti ég að vera afreksíþróttamaður og bara að æfa fyrir heilsu. Ef ég kemst ekki æfingu í dag, ég meina so be it, skilurðu þarna, ég meina ég drefst ekki út af því, skilurðu, og þá allt í náttum að síðan, það var kannski leið vika eða 10 dagar og þú er ekkert gert að því að þú varst önnur kafinn í vinnunni eða einhverju öðru, sko, þetta er svona fjarlægara, þú veist þetta, og heilsu koncept, sko, ég hafði kona mín Gunnhildur, hún hafði miklu meira áhuga að þjálfa fólk fyrir heilsu og hreyfingu og allt það þó að sé mjög mikilvægt að það er svo afrek er svo skýrt markmið, það er svo tangible allar að ná þessum meti eða þessum verðlaunum en að ætla að vera með BMI 23 og heilsurhaustir út 50 ára, hugsa það 22, það er svona það er óskýrara markmið og þannig til dæmis, þú veist ég drakka alls ekkert áfengi þegar ég var í þessu, þú gast ekkert eftir þú varst að drekka og það bara passaði ekki saman en þó að áfengi sé ekki hollt að þá hugsa ég, engi myndi hugsa 22, ég fæ mér nú ekki rauðvin í kvölda því að kannski ég fæ þá krabbmein þegar ég er 50 ára, skilur þú, það er semst, já, heilsan lét mig aldrei tikka, ég hefði áhuga að gera, og afreksíþróttir er ekki hollar semst, ég hefði áhuga að gera minn góða, ekki endilega hitt og ég kynni heilan hellingi hinn og skil mikilvægi þess, þá er enn þann dag í dag er erfiðara fyrir mig að fá mig til að hreyfa mig bara til þess að bara fyrir að hreyfa mig að því það er holdt fyrir mig. Já, ég skil, þú þarft eitthvað svona stóra gulrót. Já, ég veist, já, þetta er svona, ég vil svona, já, það lét mig bara ekki tikka og ég hafði áhuga afreksíþróttum og í þjálfunarliðsvæðinni hvernig getur gert þig betri, hún kendi mig líka algjörlega það hvernig þú lækka blóðþrýsting og blóðfitu og allt þetta, en það var svona meira aukaverkanir á öllu hinum, markmiðið var að koma sem sagt, fólki á einhvern stað, sko. Það er eitt viðtal hjá mér við hann Ásdísi Hjálms afreksíþrótturum mitt og áhrif á heilsu ef að fólk vil hlusta á það. Það er svolítið áhugavert og skemmtilegt. En að því varst að tala um krabbamein, þá hefur þú nú verið opinn með það og deilt í á Facebook varúð krabbastatus. Já, það er nú já, þetta er svolítið merkilegt sko vegna þess að máli var það, ég greinist með krabbamein og húðkrabbamein 2015 og það var reiknað með að það verið staðbundið, hafði ekki farið í eitt lana sem voru næst og svo bara allt í einu 2021 þá er þetta komið út um allt
hvernig sem það gerðist það veit enginn, það fóru allavega ekki gegnum þess að eitla sem voru teknir en hvort það óks í aðra átt eða hvort það kom annað krabbamein sem líka minn eitti húðfrumur þeir sögðu við mig að ég geti komast að því að fengi Nóbelsverðlaun í læknum sagði já, hvað nennaði ég ekki en sem sagt að þá alltaf kemur þetta og þetta leit nú ekkit ofboðslega vel út 4 stigs sortuæxli eitt svona ber í heilanum og það leit svo sem ekkit allt of vel út og alls konar fólk að hringja og bara fólk sem kannski í skólafélag mínu frá Laugum ekki búin að tala við þá í 20 pluss ár og eitthvað svona og símtölum byrja öll eins tala daginn og veginn og þau verða allir fara eins og köttur í kringum heitan graut og þetta verður kannski 15-20 mínútna samtal sem snýst raunverulega bara það hvort ég sé að drepast og hvort ég verði þá að koma strax ég ætla að hitta það áður en þú deyrð og svo þetta líka erfið samtölu þar sem þú raunverulega að hughreysta fólk sem svo gersamlega miður sín yfir því hversu illa ég kom fyrir þér og ég bara hafði ekki ég hafði alveg nóg með mig, ég þurfti ekki að vera að hugga þig sko. Þannig að einhver bendi mér á að setja upp Facebook síðu þar sem fólk geti fylgst með og ég ákvaði að vera ekkert með sérstaka krabba síðu heldur bara setti þetta inn á Facebooki mér og setti bara var og krabba status og reynir svona að hafa hann á léttu nótum en með dettur eitthvað sniðut í hug og segir svona frá því og þá veit fólk setið á ensku líka fyrir því ég náttúrulega vinni í Bretland og Bandaríkjunum og út allan heim eftir allt þetta íþróttabrölt og svona og þá geta menn bara fylgst með þeir sem vilja og þeir sem hringja þá og staðan sem sagt bara tekin þannig að þá þarna en hver staðan í dag? Ég skil ekki vera svo köttur ég að fara í skann á mándaginn þannig að ég veit að betur þá en það sko staðan þannig að ég fer á þessi lyf 2021 þau virðast virka fram í svona nóvember 2021 síðan þá hefur lítið gerst ég hætti á lyfjunum í apríl 2022 og svo síðan bara status quo okay. Það alveg möguleiki, það fullt af æxlum í mér ennþá, þau eru minni en þau voru mögulega þau dauð, bara dauðu frumumassi en það hægt að komast að því með því að taka stungu síni bara biopsi ég ekkert endilega spenntur fyrir að láta ef þetta sofandi risi að vera eitthvað agri, vera einhverja krabbameinsfrumur með að hafa til friðs og svo það sem hins vegar náttúrulega líklegast að eins og með flest önnu krabbamein að þetta svona að því þetta hvarf ekki þetta eittist ekki út eins og maður alltaf sko stundum gerist það bara þetta bara hverfur að þá lang líklegast að þetta svona liggi bara í láginni og býði og safni kröftum og geri aðra ár og einhver tíman hvort það verður ef það gerist semst þá veit enginn hvort að það eftir ári eða mánuð eða 10 eða 20 eða 30 skilur þannig að það eitthvað sem þýr ekkert að velta sér upp úr og síðan þá ég hélt þetta í janúar að þetta væri farið að staða aftur og væri með svona endalansam verk í síðunni og svona snertiaumur og lækninu var alveg sammála mig líka sennilega væri þetta bara farið af stað en það allavega var ekki þannig á myndunum. Nei, en hvernig að fá svona fréttir? Þú alltaf verið svona heilsuhraustur. Þetta náttúrulega já, þetta náttúrulega þú velti fyrir þig skilurðu, þú veist, ég grannur í toppformi, ég meni ég með í öðru lungan á mér krabbaæxli sem á starfið bortenniskúlu og ég samt að hlaupa 10 km á undir 35 mínútum bara svona ég fyrir út að hlaupa, þá ekkert að keppa ég bara fyrir út að hlaupa, þá gæti ég hlaupið 10 km undir 35 mínútum, það var ekki mikið mál en sem sagt og mataræði yfirleitt eru gott áfengisneysla byrjar þegar ég 34 ára gamall þannig að það var ekki mörg ár í henni og hún svona fremur hófleg og til að byrja með bara nokkru sinum á ári aðeins versnað síðan þá og þetta var bara ósangjant og fannst manni og svo mikið sjokk ég var eiginlega bara dán sko, ég fæ fréttirnar á föstudegi, það var svolítið skemmtilegt já, þú ert sennilega uppfullur af krabbameini það verður frekari skoðanir eftir helgi og ég átti að vera að lýsa á Reykjavík eða Rigg sem sagt Reykjavík og Reykjavíkuleikunum og ég hringdi í RÚV og sagðist bara ekki treysta mér í það
skiljanlega. Og svo kemur niðurstaðan, ég var eiginlega viss þetta gat bara verið tvennt, þetta gat bara verið þessi sortuæxli, mögulega gat þetta verið eistnakrabbi, og svo kemur ljósa að þetta sortuæxlið og svona, og ég man að Gunnhildur sagði við mig að það óþarf að mála sko skrattan á vegginn strax og allt þetta, og ég sagði ég bara að fá að vera fúll í nokkra daga, þetta myndi lagast. Og svo svona bara á þriðju deginum eftir þetta staðfest, þá bara svona seinni part þriðju, þá bara eins og einhvern veginn létti, og það eru ýmsir sem hafa verið með bænir, fyrirbænir og svona, og mögulega hefur það haft einhver áhrif, allavega síðan þá hef ég bara verið, þetta bara og svoleiðis, og það hjálpar ekki að sparka eða öskra eða henda sér í gólfið og grenja, þú græðir ekkert á því, og þú græðir heldur ekkert á því að vera fúll eða velta því fyrir þér af hverju ég, eða hvort þetta sé ósangjant eða sangjant, eða þú veist, allt þar fram með til göttunum, þetta bara og þú bara dílar við það, átt við það, og það gerir hver með sínum hætti, og ég ekkert sko, fólk segja, þetta ekkert búið krabbmein, ég veit ekkert hvernig það eiga við, og þú ert svo jákvæður, og ég meina, þú veist, það var herbyggisfélagi mér frá Laugum, einn vetur, hann greinist sama ár og ég, hann ári yngri ég frekar en 2, eða var, hann greinist með sama krabbmein í maí, ég greinist í febrúarbyrjun, og hann með 13 æxli, þau eru öll í heilunum, og hann dáinn í júlí, og það hefði nú ekkert með að gera, var eitthvað neikvæður sko. En þessi held ég að jákvæðnin hún hjálpar alveg, svo getur vel verið ef þetta fer að stað aftur, að þá verður maður neikvæður, það veit enginn. En bara það kannski að vera vel líkamlega á sig komin og vel andlega á sig komin hjálpa nú allavega til. Ég veit ekki allt hvað allir myndi sagði ekki verið vel andlega á mig komin sko, þetta mörgum myndi finnast í snarruglaðu sko. En allavega jákvæður sko. Já, ég er frekar léttur að eðlisfræði, og ég sé svona komísku hliðarnar á hverju sem og svo náttúrulega gefur þér þetta leyfi til að gera grína krabbameinssjúklingum allavega. Þegar þú ert miðaldra hvítur kallmaður, þá mátti ekki gera grína nokkur sköpuðum hlut, þannig að ég get þá allavega gert grína krabbameinssjúklingum. Það er svona gott að hafa húmórin á opni. Já, þetta bara það sem það og vonandi bara lætur þetta ekkert á sig kræla, eða bara sem allra lengst. Markmið hjá mér var alltaf í þessu að sko, ef ég hefði greinst með 2021, ef það hefði greiningi 2015, þá hefði ég sennilega verið dáinn 2016. Lífin eru bara að koma og marka þarna á þessum árum. Líftæknilíf, já. Þannig að markmiði hjá mér var sko, að ég var náttúrulega búin að lesa þessi líftæknilið, og meðal árangur þeirra ár, ég var með í 8 til 9 mánuði áður en þeir svona virðist ekki mikið gerast, og markmiði hjá mér var bara alltaf að þrauka nógu lengi þannig að það eru komið ný og betri líf. Hvað gera þau, þessi líftæknilíf? Sko, þau virkja ónæmiskerfið til að ráðast á krabbameinið og bara krabbameinið, og eða þær frumur sko, en ekki svona, þú veist, eins og mörg þessi eiturlyf sem menn fá í sig þegar þeir eru að þarna að rústa öllu kerfinu. Lyfja með fyrir geislum með fyrir þetta. Enga síður náttúrulega gerði hjá mér að þau tóku allt litarefni úr andlitinu á mér. Nú? Já, ég er flekkóttur hérna niður á hálsinum sko, þannig ég var mjög frekknóttur, og það allt saman sko, lífin eru búin að éta það allt, þannig að til dæmis bara ef ég ætla ekki að líta út eins og draugur og útskriftamyndunum, þá getur verið gott að setja á sig svona aðeins brúnt dagkrem sko, og að því að sko, ég er bara svo fölur sko, og sem því líka það að ég lendi því í Tókíó að ég sólbrann án þess að vera í sól, bara ofboðsleg birta og endurkasta skjánum, en það var til þess að ég náði að brenna í framan að því það er ekkit pigment eða neitt litarefni til að taka við sko. Þetta er svona, var svona þannig. Svo fikk ég eyrnabólgu, það er bólgur einu aukaverkunum, allt í nú var ég bara komið eyrnabólgu eins og krakki, og er svona aðeins alltaf að vesenast með það, en ef það hefði farið verð, þá ég bara fengið rör í eyrun eins og 3 ára sko. En svona sko, en neini, þetta er bara, og er eins og ég segi, svo er stöðutjekk á mánudaginn, og það er alltaf svona aðeins stress í kringum það, og svona, og ég kíkja alltaf á myndina sjálfur, og
túlkaðir yfirleitt alltaf jákvæðara heldur en læknarnir og þannig, en það sem gerist hins vegar að svo alveg möguleiki að það komi virkni í eitt af æxlunum og þá verður skoða hvort að það sé til með skurðtækt en það þýðir ekkert að ég ekki stór maður og það þýðir ekkert að skera allt sem núna því það ekkert mikið eftir sko. Okay. Já, en þegar þú fékkst greininguna fékkstu þá einhvern svona lífslíkur eða er þetta einhvern veginn gert þannig minnst það eitthvað svo ósanngjarnt, þetta getur náttúrulega verið eins og segir frá það er, hann sagði við mig þú margar spurningar það ein sem ég svara ekki og það hvað lífur lengi af því ég veit það ekki og svo hann alveg magnaður en Friðbjörn sko vegna þess að hann er rosalega góður að stiði þegar þú ert dán en líka snöggur að koma þér á jörðina ég man til dæmis einhver tíma þegar ég opaslega svona sorry við þessu það svona frekar þungur og þá segir hann já sjáðu þennan þetta svo frægasta sem hefur læknast að þessu og það var Jimmy Carter en svo man ég líka eitt árið eftir þegar hann fyrir að tala að taka lyfjahléð það var hérna einmitt í nóvember 2021 og Gunnhildur með mér í þessu og hún segir já það nú sennilega það var neila betra bara að taka það þá bara í maí á næsta ári þá sögbur að betra að hafa hressari þá og svona og þá horfði hann og sagði maí á næsta ári, við erum ekkert að hugsa svo langt og þá áttar þið svona á því að þú veist og það það sem ég bara og þú fylgist með það sem þú tekur eftir öllum fréttum þegar fólk úr krabbameini öllum og ungur og þeirra fólk og þannig og svo það sem hún tekur eftir líka þegar að fólk eins og Abba vinkona mín sem átti að vera læknuð búin að vera lausveit í 5 ár í mars útskrifuð öllu og svo komum við þetta át allt í júní sama ár og deyr svo 1-2 árum setna að þú áttar þig á því að yfir þetta kemur aftur þá kemur þetta hraðar og að meiri krafti og leiðindum og svona þess að þetta svona en þú veist við getum öll dáið hvenær sem og það bara hver og einn með sitt vandamál og mitt ég ekkert alveg viss allir myndi segja að krabbameini væri mitt mesta vandamál en það svona allavega eitt af þessum stóru vandamáli sem ég hef það að vera með þetta og vita ekki hvað þú verður gamall, vita ekki hvort þú verður afi og ekki það að börnin mín nógu gömul til að eignast börn, ég vil bara ekki eignast börn strax, þau eru börn en þannig og það svona, menn þú veist þér langar að gera hluti þér langar alveg að leiða dóttuðina niður kirkjugólfið eða ef hún hefur áhuga því þar að segja að gifta sig í kirkju og svona og þér langar alveg að sjá barnabörn, þér langar alveg að kannski hæja á þér eftir 60 með út ennþá heilsuhraustur og átt þokkalega því ég er búin að safna upp ágætis lífur í sjóðum og svona og kannski bara ferðast aðeins heiminn og njóta lífsins með konunni ef hún ennir ennþá að vera giftir og svona sko það svona ýmislegt og það sem hún var einmitt að velta fyrir sig sko þú veist við erum alltaf búin að vera saman síðan 1989 frá því hún var 14 og ég 15 wow. Og við þekkjum voða lítið annað, allir okkar vinir eru sameiginlegir vinir, allir okkar vinir þekkja okkur bæði, það er ekki neitt eiginlega sem þekkir okkur sem sagt öðru vísi og svo bara velti maður fyrir sig og betur hvað, svo þú veist hvað ég þá að gera og svona sko, þannig að það þetta er svona svolítið öðruvísi, það sem ég veist ósanngjarnt í þessu er að því ég er með krabbamein þá getum við ekki skipt lífeyrisréttindur okkar og það er ósanngjarnt að því leytinu til að því við höfum hagað okkar lífið þannig að frá svona 2009 hefur hún verið meira heima, ekki verið í fullu starfi og verið svona haldutanum heimili og börn og bara tryggja að allir komist í manns og ég hef verið í einhverjum svona karýr þarna, já og verið meiri fyrir vinnan og sum árin haft meiri tekjur heldur en hún hefur borgað ég hef borgað meiri skatt heldur en hún hefur haft í heldra tekjur og svo framvegis sko og ætlum alltaf að skipta okkar lífeyrisréttindum en bara eins og fólk sem er bara undir 40 það er ekkit endilega að spá í það því að þú ert að gera þetta fyrir 65 ára aldur fyrir utan það og líka að þetta gerist og þannig að þú veist þegar börn eru komin upp og fólk átt að sjá því það var ekkit sameiginlegt lengur en svo allt í einu kemur í ljós að við megum ekki skipta þeim að því ég er með einhvern sjúkdóm sem geti dreif og ef ég deyð þá fær hún bætur í 2 ára og búið og maður svona ég geti skilið að ég hef verið að giftast inn í dag
en við erum búin að byggja upp lífið og mér finnst þetta er ekki sanngjarnt, ég er bara búin að borga mér lífið í sjóð og ef þú hugsar þetta þannig, já við skulum bara segja þess svo að ef við gefum okkur það, ég ætti til að gera starffræðina einfalda, ég ætti 1.000.000 í lífeyrisréttindi 67 ára og við skulum segja ég tæki eðlilegar lífslíkur íslensk karlmanns og dæi 82 ára, þá er ég búin að fá 1.000.000 á mánuði í 15 ár. Ef hún fengi helmingin að lífeyrisréttindunum mínum 50, þá voru þau kannski 500.000 ef við erum 1.000.000 þegar ég er 67 og ef ég dáið þá hún fengi 250.000 af því til þess að ríkið þurfti að borga jafn mikið, þá væri það hún gæti lifað í 60 ár eftir ég dæi þá 110 ára skilur þannig að þú veist þannig að ég svona er ekki alveg sáttu við þetta og hef svona verið dálítið að velta fyrir mér að fara bara í prómól bara sækjum þetta, láta hafna mér rífa kjaft yfir því, komast í kastljósið og þenja mig og svona sko. Við geti glásu. Já, það er svona, ég er ágætlega tengdur, það er þessi hliðar áhrif að því að vera í að lýsa og svona að fá ágætis aðtík út af það, þannig að þegar maður skammast yfir einhverju að þá er stundum pikkað upp af fjölmiðlum og sem er svolítið astnælt því að þetta er oft hluti sem ég ekkert vita á og þú veist og akkur ætti að skipta einhver geðvondur kall út í bæsi eitthvað að rausa yfir einhverju, það er ekki kannski beint frétt skilur en það er samt sem áður. Ég man ég skammaði eins og Hafrúnu Kristinsdóttur fyrir þetta sálfræðing. Já, hún kendi mér í HR, ég fór í meistaranámið þar. Já, og hún semst er þar og hún fer með foreldri sín á lansan og var eitthvað ósátt við þjónustun og fór eitthvað skammast yfir því og það er bara skrifað upp og ég sagði Hafrún, sko, nú er einhver á Landspítalanum, hann hefur ekki undan að svara í síman allan dag af því að þú rausar á Facebook þú veist, þetta er náttúrulega svolítið sérstætt eitthvað sem hún er ósátt en hún samt sem áður hefur ekkert per se vit á því. En blaðmennirnir virðast bara pikka oftast upp þetta neikvæða. Já, fylgjast svona ekki Magnús Hlynur. Nei, það er svona fylgjast með ýmsu sko. Þannig fannst þér lífssýn eða sýn þín á lífið breytast bara leið og þú fekst krabbameinsgreininguna? Sko, þú náttúrulega fórst að velta fyrir þér aðalega þetta voru áhyggjur sko. Veist, hvað gerist? Við erum með ákveði líf, ég er búin að vera prófessor í háskóla, ég er skólamistari, ég er örugglega það sem við myndum kalla efri millistétt, ég hef alveg verið þannig að við áttum engan peninga og komast ekki heim jólin og áttum fyrir $120 á mánuði, 2 saman ára, fyrst svarta baunir, pasta, hrísgrjón og rauð sósa, sumt þessu bóla guldur ekki þannig í dag sko. en svo erum við líka bara að við eigum, ef það bílar bíla að færi einhvern anskotin eða færi eitthvað í bílnum að þá geti bara borga það skiluru og svona og þá velti maður fyrir hvað gerist skiluru, hún er ekki með krakkarnir, maður velti fyrir sig hvað krakkarnir er ekki uppkomnir þegar þetta er öll í skóla, grunn og framhaldsskóla þegar þetta gerist og þá velti maður bara fyrir sig hvað verður mitt fólk sko. En svo svona jú, þú náttúrulega reynir að en ég veit það ekki maður ætti kannski að hægja á sér og staldra við og njóta lífsins meira og litlu hlutana en ég held ég hef aldrei haft meira að gera heldur en akkurat þennan vetur bara ég er í svo mörgu og of mörgu en það er líka vegna þess að það er svona ákveðið lífsmotto hjá mér að það er þetta, það kostar aldrei að gera neinum greiða. Það kostar mig ekkert að gera fólki greiða og það þýðir það að ég segi mjög sjaldan nei, ég reyni yfirleitt að aðstoða ef ég get og þá svona kannski sem sagt tíminn oft aldrei hratt í allar áttir. Ég reyni alltaf að hjálpa fólki ef ég get hjálpa fólki. Já, en þú fórst ekkert í veikindaleyfi eins og neða? Nei. Ég gerði það ekki, það er eftir á að hyggja sko, það er bara ofboðslega dýrt
fyrir stofnun eins og framhaldsskóla, skólamistarinn tiltölulega háttlaunaður með að marga aðra, hann reyndar ekki hæstlaunaður sem starfsmaðurinn í mörgum skólum en hann þá á laugum og lítill skóli, ég meina það einn skólamistari í hverjum skóla, hvort sem það eru 100 manns í honum eða 1000, þannig að ef það eru 100 manns þá fjárveitingar eftir því og skólamistarinn stærri hluti og það bara ofboðslega dýrt semst ég gerði ásamt fjármálastjórum og fleirum, hafði ofboðslega mikið fyrir því að koma laugaskóla réttu með við nullið og í góða aðsókn og svona og ég var ekki endilega tilbúin að henda því öll út bara með því að fara í veikindaleyfi og hérna svona, svo hitt að það var mjög gott að ég gerði það ekki eftir ég greindist þá hafði ég bara legið heima og hugsa sko hvað og ég meina einn erfiðasti dagurinn sem ég upplifa það var lokaháttíðin á Ólympíuleikunum 2021 í Tókíó því það var svo mikið COVID að ég mátti ekki fara á hana, þau fóru 3, Einar, Þorkell og María og ég einn heima á hóteli í 10 klukktíma hef ekkert að gera, það ekkert að undirbúa lengur annað en bara að velta ég fyrir skilur það sem bara einn mínum hugsunum og svona það var svona, borgar sig ekki alltaf að hugsa mikið dreifa huganum og það verið fínt það sem ég hefði svona eftir á að hyggja því ég orðin svolítið, ég búin að keyra mig svolítið í þrótt akkurat núna að það hefði sennilega verið gáfulegast að eftir fyrstu 3 mánuðin í meðferð þegar kom í ljós í apríl 21 að hún væri að virka þá hefði ég átt að fara í leyfi og þá hefði mögulega lyfin kannski virka lengur eða betur eða meira því að þú veist fólk trúir ýmsu ég hjá konu sem heitir Ásta Præs í Mývatnssveitina svona, hún er nuddari, heilari og hún svona tengd hérna og finnur ýmislegt hún til mér skengur að segja potari þú auðmur hérna og þú bara já ok, hvernig vissuru og svona sko og þetta svolítið skondi að því ég var með í sitt hvori nýrnahettunni þá var ég með borðtenniskúlu hvorum megin bæði axli og þú sko að myndir að mér í dag að þá og hún örlítil kúlan í vinstra en nánast ekkert breyst í hægra, bara minkað örlítil og Ásta segir að það vegna sem ég gef mér stress og vinnu og allt sem hann hægra minni líka var og hún segir meðan þú ert að vinna svona og gera svona þá breytist þetta ekki þarna og þá velti maður fyrir sig ef maður hefði gert það hvort með ná betri árangri og ég væri kannski ekki alveg svona búin í dag en ég held samt sem að vera að fara ekki veikindaleyfi strax hafi verið alveg hárrekið þetta bara dreifði huganum og þú hafðir alveg orkuna til að vinna? Já, þetta lifi náttúrulega að vinna smá saman á því það sem ég lærði fljótt, ég var annarkvæmt þriðjudag alltaf í inngjöf og ég lærði að það borgaði sig ekki að sofna í lifagjöfunni þó maður verið reyna að halda sig vakandi með því að vinna eða horfa eða lesa eða eitthvað vegna þess að ef ég sofnaði í lifagjöfunni þá var ég tiltölulega hrestur, ég kom heim og þá fór ég að gera eitthvað og þá gæti ég orðið ónýtur í nokkra daga og eftir hins vegar ef ég sofnaði ekki þá kom ég heim bara ef ekki húsvörðurinn hann í Laugaskóla, hann sinnir erindum fyrir okkur á þriðjudögum, fyrir til Akureyrar og ég fór bara með honum og tilbaka aftur heim og svo fór ég bara upp í rúm og kannski las og lagði mig og svaf bara vel langan tíma og kom svo daginn eftir en já að það var sagt, en hins vegar var þetta svolítið skondið þegar ég á lyfjum þá hef ég ekki orku ég hef alltaf haft gríðarlega orku geta unni gríðarlega mikið og pabbi deyr úr krabbameini og það sem fór í taugarnar og honum undir lokinu var get ekki gert allt og ég segi hvað, þú veist, ég meina þú ert gamall maður með krabbamein, þetta getur ekki en það fór óbúrslega í taugarnar á mér og þú veist, ég er kannski að vinna með þér og við erum í girðingavinnu og ég segi að nú verð ég að hætta Erla þú sé hvað, ég er orðinn þreyttur ég segi nei, ég er ekkert orðinn þreyttur en ef ég held áfram núna, þá er ég ómögulegur á morgun þetta er svona svipaði svo að drekka áfengi þú hættir að drekka, svo dagur á morgun verði ekki ömurlegur, sko, þú veist og þetta er svolítið sérstakt að þurfa bara að stilla sig af, þú finnur ekki fyrir neinu en þú bara læri það ef þú heldur áfram en í dag er þetta ekkert mál ég byrjaði til mér eins og bæði mánudag og þriðjudag og byrjaði í 6:30 og endaði 11:30 á mánudaginn og 11:30 á þriðjudaginn þannig að þú veist, það er svona, ég þreyttur akkurat bara út í því núna en ég hef alveg miklu meira starfstrekk og örugglega meira heldur en meðal maðurinn. Þú hefur ekkert áhyggjur að þurfa að borga brúsan á þessu álagi núna? Maður, jú, það jú, aðeins en ekki greinilega nægar til þess að stoppa mig og mikið af, þetta er svolítið svipað eins og ég segi að
takk ekki rauðinsglæðist 22, þú getur lent í vandræðum 50, það er svona maður, eins og ég sé eftir á ég hefði átt að fara í veikindaleyfi, ég var hvattur til þess en ég ákvað að gera það ekki. En þú varst ekki að setja þig í fyrsta sæti? Eila? Já, ég veit að ég veit ekki, ég held ég ekki narsisisti, en ég held ég sé svona, ég er ákveðið egocentrískur, sko, það er kannski fekk ég eitthvað bara út úr því að vera þessi ægilega dúlegi krabbmeinsjúklingur, ég veit það ekki, ég allavega ég held ég sé alveg temmilega sjálfselskur, sko, það er til fólk sem er minna sjálfselst en ég, það er alveg þannig, en ég allavega, já, en ég og svo þegar þú ert með svona stofnun, sko, ég lagði mikið á mig til að koma henni réttu með í núlinu, ég var ekki endilega tilbúin að fara beint í mínus aftur af því að ég væri veikur, hins vegar hef ég haft fólk sem er í veikindaleyfi og ég sé þú fyrir bara í veikindaleyfi, það er bara ekki þitt mál, en ég er ekki endilega tilbúin að gera það kannski sjálf. Nei. En hvað er heilsa fyrir þér? Því ég spyr alla sem koma til mín. Hvað er heilsa? Já, þá manstu þá heilsufræðinni. Heilsa er stig algjörar, andlegar og líkamlegar velíðunar en ekki bara fjarvera sjúkdóma og hrumleika. Það er complete state of well-being. Nei, heilsa er fyrir mér, sko þetta er náttúrulega, held ég, þetta er bara fínasta skilgreining á heilsu hjá þeim mega nú eiga það. En það er þetta að geta gert það sem þú vilt gera og þá er ég ekki endilega að tala um að geta hlaupið hálf marathon eða að geta lyft 120 kílóum í bekkpressu, ég er ekki að tala um svoleiðis, heldur ef ég þarf að taka sprett á þetta í strætó eða ef mér langar að fara og leika mér í blaki að ég sé ekki óngdur í hnjánum eða bakinu eða eitthvað svoleiðis skiluru og þannig, það er svona heilsan að hafa þennan möguleika til að geta gert það sem þið langar til að gera, sko. Það er bara opbúslega gott og bara geta það, sko. Já. Heldur að skilgreiningin þín hafi mikið breyst á síðustu árum? Eða bara síðan þú varst kannski út í Bandaríkjunum ungur að læra? Já, sko, ég hefði haldið örugglega þegar ég var ungur að læra þráttur ég hafi lært þetta fyrir mér hafi nú heilsa meira að vera bara ekki veikur. Ég held að það hafi verið, það hefur breyst þannig, þetta er svona meira, þú verður líka eldri, þú bara finnur það þráttur ég sagði alltaf að elli væri bara sko svona ástand bara, þú veist, ákveður bara hvað að gera, menn að þú skoðar Óla Guðmunds eða Kára Jóns og þá er þeir náttúrulega óbúslega fitt eldri menn og passa upp á það, sko, og þannig að þú getur haldið við þetta samt sem áður þú smán saman nærðir, það er, þú veist, þetta og hitt, ég fór í aðgerð og hné og ég náði mér ekki eins verið eftir hann eins og hinnar fyrir aðgerðnar, ég er ofta að leika mér í blaki en er orðin þyngri en ég var og hoppa stittra, sko, og svo fyndi hvernig tímasetningin breytist að ég til mér sé lent 2 eða 3 því að ég kem inn í, eins og ég sé stökku í boltan en ég stekk bara á lægra heldur en ég gerði áður, þannig ég er að næ ekki boltanum á réttum stað því ég bara byrjar að lækka flugið áður en að senst að það tekur svona smá, þú veist, já, þetta hefur áhrif en ég treysti því að semst, ég vona allavega að ég muni geta gert býsna lengi því hjá mér þurfa hlutin svolítið að ganga og að þurfa að vinna allt og hægt það hendar mér ekki, allavega ekki ef ég er í svona líkamlegri vinnu eins og móka skýta að gera girðingar. Myndirðu segja að þú væri ofvirkur? Eða bara passlega virkur? Já, sko, ég veit ekki ég er duglegur, ég er vinnusamur sko, jújú, fólk segir stundum við mig þú hefur greinst með ADHD þegar þú varst lítill í sig, nei, það er aldrei ADHD, það er ekkert AD í mér, það getur vel verið að sé eitthvað AD en ég hef alltaf getið einbeitt mér jú, kannski að sumuleiti ég vil alltaf hafa eitthvað fyrir stafn en ég get samt sem voru alveg slögt á mér með bók eða yfir bíómynd eða einhverjum, ég get alveg alveg slaka á þannig ég held ég sé alveg vel virkur ég er samviskusamur og það er svona kannski ég fekk einhvern tíma þá umsögn ég væri vinnusamur en
það sem myndi drepa mig á endan og væri held samviskusemi sko, að vera alltaf að gera hlutina sko, ég vil alltaf gera hlutina vel ef þú tekur að gera hlut og gerir eins og vel og þú getur, það ekkert hálfkák, þú ætlar að læra þetta þá lærir það ekki bara upp á 8 lærir ekki bara 80% upp á 10 og sleppur síðust 20 þú reynir að fá 10 í prófunu, það tekst ekki alltaf bara eins og þú reynir að vinna hlaupið, ég man einhvern tímann þegar ég hafði meiðst og var skráður í 2 hlaup 800 og 5000 og það voru 20 mínútur á milli 800 og undan, það var vita mál að ég nátti ekki séns eða mjög litla líkur að ég myndi vinna 800 en ég átti alveg 50-50 möguleika í 5000 og vinur minn sem hefði verið í baráttu og ég var hins vegar örugur 3. sæti 800, ég aldrei lent neðar og vinur minn sem hefði verið í baráttu sæti við mig annað sætið hann spyr mér fyrir hlaupi Bjössi ætlar að bara hlaupa, hvað ætlar að gera ætlar að hlaupa til að vinna en ætlar að hlaupa til þess að bara upp á 3. sætið og ég get sagt við því hér og nú ég ætla bara að hlaupa á 3. sætið en þegar byssan fer af stað þá ég farin að hlaupa og vinna það bara einhvern veginn skilur já bara á elementi skilur þú bara gerir þarna þú bara vandar þig í því sem þú gerir og það sem þú tekur að þér og reynir að gera það eins vel og getur en það fer stundum dálítil tími í það En það gerir þið líka örgulega svona góðum kennara og skólameistara. Já, ég veit ekki hversu góð skólameistari ég veit að ég var býsna góðu kennari, ég svona ég allavega vissum að ég betri kennari en ég skólameistari, ég held það hljóta að vera. Hvort skemmtilegra? Kennari, Jesus góður, það bara að standa þarna, náttúrulega fyrsta lagi náttúrulega ertu með alla athygli á þér ég var líka góður í lesasal ég vissi hvernig ég átti að hætta og segja núna einhverja skemmtisögu eitthvað, ég sé sko þessna vil ég ekki kenna í gegnum net ég vil bara horfa á því, ég sé hvort þú skilur og ef þú skilur ekki þá kannski reyni ég einhverja aðra leið sko og mér fannst þetta gaman, það þetta skemmtilegi tíma sem skólameistari, það frábært þú veist þegar þú ert að útskrifa og uppskýra árangur en ég var með gamalt eldri borgar í Þingeyjarsveit í heimsókn á þriðjudaginn og það nemendur hjá okkur að performa sem syngja og spila og píanó og þetta rosa gaman þegar allt stoltur af krökkunum og svona sko en svo þegar þú þarft að reykja hvernig heimaðistinni vegna þess að hann var að drekka áfengið eitthvað, það svona þú veist það álíka gaman að reka nemendur svo skjóta hest minna, það verður að gera þetta en sem sagt en þetta ekki svona upp á störun þannig að kennslan það held ég bara það sem ég sko ég held ég sé kennari sko það og hafði opbóðslega gaman að því sko. Hvað framundan hjá þér núna? Framundan hjá mér núna ég að vonast til þess að komast í námsleyfi næsta vetur veit ekki alveg hvað ég ætti að fara að læra ég með svona 5 háskólagráður eins og Georg Bjarnfreðarsson og allt það sko en já, ég bara komin svolítið að þróttum og þarf semst að ætla mér að reyna svona að finna út úr hvað mun gerast í lífinu næst, þar að segja ég er með þetta ásamt konunum minni og svo bróðum mínum þetta bú sem foreldrar mínu voru með sem þeim tók við ömmu og afa sem stærra heldur en ég hélt það svo margir hestar mikil vinna já og það hestalegi kringum það og áður en ég gef það alveg frá mér sko ég ekki endilega tilbúin að taka 9-10 ár rúm 9-10 ár og setja í sláturhús án þess að prófa og sjá hvernig mér líkar að eiga við það daginn inn og daginn út ég búin að lofa að koma tilbaka ég lofaði menntamálaráðherra því að ég kæmi tilbaka sem skólameistari ég á síðasta sem næsti veitur síðasti ári mitt í skipunartíma og hann held kannski ég væri bara að taka síðasta ári í námsleyfi og ætlaði svo að hætta ég lofaði að ég myndi koma tilbaka en ég þarf kannski að gera breytingar flytja upp í Mývatnssveit frá Laugum þar sem búið og keyra þá frekar niður eftir í vinnuna og svona sko en ég svona aðeins að reyna að velta fyrir mig mér finnst ofboðslega ég ætlaði alltaf að vera íþróttakennar og bóndi og mér finnst ofboðslega gott og gaman að vera innan dýr og
og sauðfjárræktin hún nærir vísindamannin í mér sko, þetta Hvernig það? og bara þetta óbúslega mikið tölfræði þetta ræktun skilur ég meina ég hérna með þennan hrút og þessa ær og þau eru með þessar engur í mig það er bara út frá forfeðrunum og því sem þau hafa skilað af sér þá veit bara eitthvað frjósemi og hversu vænt þetta og hversu gott kjötið og hversu mikil fita og svo getur látið mæla þetta líka og svo prófaru og ég meina við skulum segja nú prófa ég þennan hrút og þessa kind og það kemur óbúslega vel út og þá bara ger ég það aftur og í staðin fyrir að slátra og kannski setja það á og þannig smán saman bætur þetta og svo þú þarft ekki að kunna svo mikið í þessu, þú kannt aðeins að lesa í tölfræðina en svo lendur líki því að meina, ég og bróður minn við erum albræður og ef við höfum verið kindur þá hefði Össi bróður alltaf verið settur á sin kimbútarhútur alltaf, ég hefði verið settur á sin smálamb, geltur áramót alinn fram á næsta haust látra og ég þetta sem hangkjöt árið eftir skilur við, þannig að en ef ég hefði verið hestur þá hefði ég alltaf verið settur á fyrir vilja og geðslag það svona mismunandi eiginleikar sko, en það þannig að það svona já, það er ótrúlegt í raun og veru svona kannski vísinda pælingar og ég með ómælingar á þessu og það er svona vísinda pælingar í þessu sem ég hef bara mjög gaman af og fyrir utan þetta bara opaslega róandi, þú kemur inn í fjárhús byrjar að gefa og það bara gremja og reiði þetta bara einhvern veginn bráðnar bara fyrir burtu, ég kem bara endurnærður tilbaka og allir miss að gefa rollum, allar skepnur eru konum með mat, allar hættar að öskra og kalla á matinn, bara leggjast í garðan, horfa í loftið og hlusta þetta er bara algjörlega þannig, þetta er bara heilun sko, þannig að það er kona hérna í Dalun sem er með svona sheep mindfulness, svona kindajóka og þú veist og þetta er bara, þú veist, fekk í vetur, fengum í vetur fólk í heimsókn í hestaferðir og bara svona farm visit koma og ég ætlaði að gera þetta aftur núna í Sauðburðinum, bara ef fólk vil koma og skoða í fjárhúsin og bara vera þannig, þá er það bara fínt að þetta þú veist, það er ekkert, ég lofa þér því, kannski hvolpar, en það er ekkert sem gerir eins mikið fyrir geðhilsun og lambaknús taka lamb, láta það knúsa og svo fer það að sjúga þér eyrnasnepilinn og svona sko, þau eru æðinslega sko. Þetta verður skilda, bara allir fari á Sauðburð eða í sveita. Þetta er svona, já, ég hef óbúslega gaman að því en ég sendi að svo hef mér alveg dottið í hug að hætta að verða skólamistari og verða bara íþróttakennari. Ég nefnilega tók þessu umræðu einhver tíma við jólasveina, ekki jólasveina, þetta var náttúrulega vísindamenn og komum frá Hong Kong, það sem var náttúrulega besta, eða Singapúr, ég man ekki hvort það er besta skólakerfið og allt þetta og þeir voru að ræða success og í þessum skóla sem þeir voru með þá kom alltaf ákveðin prósenta sem varð sko framkvæmdastjórar eða forstjórar eða eitthvað í fyrirtækjum og svo voru þeir af ágjörð þeir voru að fannir að dala, það var alltaf lægri prósenta og ég rétti hvernig mælið þið success og ég segi, ef einhver kemur úr efstur í bekknum hjá okkur ákveðs að vera hrísgrunabóndi er hann þá ekki success og þeir horfðu á mig og ég segi ok, ég var prófessor í háskóla stærsta rannsóknarháskóla í Íslandi og ég valdi að verða skólamistari í litlum sveitaskóla ég lack of success og ef ég ákveð að hætta því og gerast bara íþróttakennari og bóndi við saman skóla ég þá lack of success, hvenær ég eða ég, þú veist þetta er bara skilgreiningaratriði og þvæla þannig þess að sagði jólasveinar sko og þannig að ég veit ekki sko en ég get alveg hugsað mér að verða þessi svona íþróttakennari einhver stað sko, það ég á það eftir Já, ég mæli með einmitt, maður þarf bara að finna sína hillu, þú veist, hvað hún hvar hún ef maður sáttur á henni þá bara það sem pabbi sagði sko, hann sagðist að það hafi verið óbúslega ánæður með að hafa átta sig á því hver sín hilla væri og verið ekkert að teygja sig á hærri hillu stundum held ég að ég sé aðeins farin að koma mér ofar endalaus metnaður og athyglisýki og svona sko En hvernig hugsar þú heilsuna þína? Ekki nægilega vel sko, ég reyni að borða holt, ég reyni að borða ekki of mikið, það eins og
versnar með árunum þegar ég var í afreksíþróttunum þá passaði maður að það var aldrei salgetti og það voru ekki franskar og eitthvað svona sko ég reyni að takmarka hafa áfengi í hófi það þessna til mér sá ég aldrei rauðvínsbelli nefnir í einhver sumafríð eitthvað því að það er alltaf auðvelt að fá sér úr rauðvínsbellinu og ég reyni að gera það og ég reyni að hreyfa mig hins að finn ég það að það eina sem lætur mig virkilega tikka er að hlaupa ég get alveg synt og hjólað og ég get alveg gengið það er bara með gönguna þú veist ég 50 mínútur að ganga það sem ég 20 mínútur að hlaupa það er ekki bara sóun og tíma sko. Þú veist og þannig að ég sko ég reyni að gera það en síðan ég greindist með krabbameinið þá hef ég ekki hugsa ég hef heilsufarið hefur versnað, formið hefur versnað því að lækninni vildi heldur ekki að ég reyndi mikið á mig upp að ég var ekki mikið að hlaupa og svona og þannig og svo bara meira að gera í lífinu þegar maður, eins og segi, pabbi deyr 2020 og þegar þú færð svona í fangið það þarf að gefa skepnum og það þarf að sinna þessu og hinu og þessu og svona sko þannig verður einhvern veginn minni tími bara og svo bara síminn ég ekkert skári núlingin þar menn ef ég skil þetta ekki eftir fram í eldhús ég vakna á morgnan, ég kannski vakna sjálfur 6:30 ég þarf ekki að fara að fætur alveg strax þá bara kíkja aðeins á fréttamiðlana RÚV, Vísi, MBL eða hvað þetta heitir allt saman svo allt inn rankaði við mig, ég bara búin að skruna í klukkutíma og orðin og seitt ég meina, bara geima þetta frammi sko, svo þetta trufli mig ekki sko. En ég, sko, þá get ég alveg sé krakkan að vera fasta í þessu sko, úr því að ég bara við að lesa fréttir skilur sem ég sumt að þessi skipti mikið einu svona máli Finnst þér þetta hafa breyst mikið síðan þú varst skólameistari hef aukist mikið að nemendur sig í símanum? Já, það eykst sko aðgengið sko, þetta auðveldur það sko, þú veist, bara þegar ég kem 2015-16 þá þú gast ekki spilaði gegnum neti leiki, þú keiftir leiki eins og FIFA og annað, þetta allt sem hann keifta á diskum eða einhverju og svo spilaðir og menn komið kannski saman og spiluði í sömu tölvunni núna gerir það enginn þeir eru allir bara í gegnum netið og þú getur áttum inni hvað sem í heiminum það hefur breyst alveg opáslega mikið hvað allt orðið miklu hraðar og auðveldar að tengja og tengingar betri og svona og svo þetta hvað maður getur raunverulega fest í þessu sko ég passaði mér alltaf á því að spila ekki töluleiki því ég vildi ekki festast í þeim en ég festist aldrei í sko bara að lesa fréttir Já, ég ákveða að sækja mér ekki TikTok af því að það allir að tala að þeir séu bara fastir ég er ekki TikTokinu svo verður svolítið háður þessu þú setur eitthvað inn sem þú heldur þessi sniðugt þá veldur þið fyrir þér fór einhver að gera hlátukalla á þetta eða eitthvað svona sko því að ég held alltaf að ég sé svo fyndin og Guðmundur segir alltaf þú ert ekki eins fyndin og þú heldur þú sért svo segir þú út í mestalagi sniður mestalagi Það er mikilvægt að manni finnst maður bara sjálfur fyndin. Ég meina þú veist, ég var beður að vera veislustjóri á þorrablóti á Kópaskeri og ég fór náttúrulega í það því ég þekkti engan þar og það augraði mér sko skilur en það gekk alveg sko. Ég held að við séum nú bara búin að kofvera allan heiminn. Kofvera svona það helsta, er eitthvað að lokum? Er eitthvað sem þið langar að koma framfæri eða? Nei, bara sem sagt fólk á að lifa lífinu og eitt varðandi að lifa lífinu það er þetta lífið núna lífið vissulega núna en stundum verður lífið betra á morgun eða eftir viku ef þú lætur eitthvað á móti þér núna ég held að sé hollt fyrir alla að bíða stundum safna fyrir hlutnum bíða fram á jólum með einhverja hluti, ég er ekki búin að gera það alveg frá því miðjan nóvember þú veist að semst því að bíðin og spenningurinn og það sé sko, ég held að lífið sé núna stundum að mínum mati afsökun fyrir bara hömluleysi menn bara gera það sem þú langar til þegar þú langar til að því að lífið svo opaslega mikið núna en já, en það getur kannski orðið bara ennþá betra lífi eftir viku eða eftir ár ef við gerum eitthvað aðeins öðruvísi núna sleppum því að fara í bíó eða djammið því að ætlum að læra fyrir þetta próf og ef við náum þessu prófi þá komast inn í þennan háskóla eða þetta og svo eftir 10 ár ertu komin í betri stöðu eða skilur hvað að fara sko.
en menn eiga auðvitað að lifa lífinu og vera helst glaður og vera góð við hvert annað, eins og ég segi það kostar ekkert að vera næs, það bara kostar ekki neitt, það er bara, þú veist, já, og annað, þú færði alveg ótrúlegustur hluti og bara biður fallega þá, bara spyrð fallega, bara alveg ótrúlegastur hluti sem fólk er tilbúið að gera fyrir því að gera með þér. Já. Ég er mitt alltaf jafn þakklátt ef ég bið einhvern að koma og það segja allir já. Já, það er bara, þú veist, þetta er koma að deila sinni reynslu og þekkingu og hafa jákvæð áhrif á aðra. Já, eins og ég sagði þegar þú komst, mér finnst þú vera svona jáhrif af aldur. Já, það geti verið. Ég reyni að vera allavega ekki niðurdrepandi og þungur og meira að segja sko, tekst mér þegar ég er að tuða, sem gerist nú alveg reglulega. Þú veist, meina þú vinnur fyrir ríkið og eitt skólamistari og það vantar fjárveitingar og ég er stundum á skólamistari og þá tek ég stundum svona rasíur. Það er alltaf þannig að þau eru hlægjandi því að það er alltaf með svona einhverju svona komísku ívafi af því að þú veist, ég hef það lag en ég er samt að tuða sko. Já, þú bara kannt að gera það almennilega. Já, eða sem já, þannig, já. Æðislegt. Bara takk kærlega fyrir að gefa þið tíma, ég með þykir vænt um það og bara gangið rosa vel með það sem er framöndan. Já, bara takk og takk fyrir að hafa mig. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.